Martin, Ísland þarf að fara erfiðu leiðina á þessu. Hvað að gerast hérna í kvöld? Bara Ungverjaland betri. Það erfitt að segja svona beint eftir leik, en við fannst við bara byrjum leikið vel eins og við ætlum að gera. Við ætlum að setja tóninn snemma, en svo bara, ég veit ekki, leikminn á þeim sem að bara hittu einhvern veginn öllum. Við varst allt ofan í hjá þeim í seinni leikluta. Við erum bara flatir, hættir. Hættum að gera það sem við gerum vel, er að brjóta sóknarleikinn upp. Við vonum að fá menn opna, en bara menn kannski hættir við að skjóta, og á móti svona liði á útivelli þá þarf að taka auðvitað opið skot sem hún færið, og eftir það var það bara vart orðin hola, en við sýndum mikinn karakter fannst mér að koma tilbaka og vonum bara gráðlega að ná það því, og svo setja þeir risaskot hérna í lokin eftir 2 sóknarfráköst. Og þetta er ógeðslega sárt. Ég bjóst bara einhvern veginn miklu meira frá okkur í dag, en á sama tíma kannski bara, þú veist, vannmatt held ekki, en ég held að bara við vorum ekki alveg nógu andlega undirbúnir í þetta ungverska lið. Fullfell á sunnudaginn, bara gaman, skemmtilegt verkefni fyrir körfuboltamenn að fá að spila í þeim aðstæðum og klára þetta. Já, alltaf geggjað að fá bara do-or-die-leik heima fyrir framan vini og ættingja, og við erum bara þekktir fyrir að fara lönguleiðina, erfiðu leiðina. Það er bara fjallaleiðin til Akureyrar, skilur. Við erum ekkert að taka þjóðveg. Þannig að það er bara áfram gott. Það er ekkert annað í boði, og Tyrkirnir eru örugglega að koma bara með mikið vannmatt á sunnudaginn, og við ætlum bara að reyna að nýta það. Kærar þakkir Martin og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir það.